Já, eins og ég sagði við hana Alís, þá ef þið hafið einhverja spurningar þá sjálfsagt að spyrja þeirra hér þegar allir hafa talað og ég veit að fyrirlesarar verða tilbúinir að svara því öllu saman sem þið hafið að spyrja En það komið að síðasta fyrirlesarunni hjá okkur í dag, áður opnum fyrir fyrirspurnir. Hún heitir Þórunn Gunnarsdóttir, iðjuþjálfi á Reykjalundi og hennar erindi heitir Jafnvægi í daglegu lífi. Hanna velkomin hingað. Velkomin hingað, Þórunn, gjör svo vel. Þetta veldur mér ójafnvægi. Ég er með eyrnalokka, þú ert ekki með eyrnalokka, Felix. Er þetta ekki svona? Er ég svo Britney Spears eða? Má ég labba þú veist? Er hún svona? Ok. Er þetta í lagi svona? Ég hef með þetta upp í mér, Felix. Er þetta svona? Æ, ok. Heyrðu, ég kann svo illa við að vera svona bak við eitthvað. Ég veit ekki alveg hvað það ég er kannski athyglisjúka eitthvað. En takk fyrir að bjóða mér hingað. Það var fyrir Brynju, frænku mína, sem greindist með lungnakrabbamein. Hún bað mig að koma og segja eitthvað að viti. Ég ætla að reyna. Hún kom á Reykjalund til okkar og satt ákveðin námskeið og ég byggi þetta svolítið á því. Ég er svona allt annar vinkill heldur en þessar flottu aðila sem hér hafa verið að tala einkenni og annað. Ég tek við svona eftir á, halda þessu jafnvægi og halda þessu gangandi og láta fólki líða vel og auka lífsgæði og annað. En ég svona velti mér þessi mynd segja ýmislegt. Ég meina hvernig líður okkur þegar við bara greinumst með sjúkdóm eða eigum erfitt og okkur finnst þið kannski svona full hlaðin. Við missum einfaldlega fótana, ekki satt. Þið kannistu það væntanlega. Og þá spyr maður sem maður getur líka velti fyrir sig hvor er meiri astnin, þessi eða sem hlóð á, sko. Það er líka hægt að velta því fyrir sér. Því við erum ótrúlega dugleg þó við séum lasin eins og komið hefur verið fram að fylla líf okkar á alls konar verkefnum sem eru oft ofviða. Og eitt dæmi það er bara svona að setja sér raunhæð markmið, hún Brynjar hringdi einu sinni í mig, hún nýbúin í meðferð og allt þetta. Tóti ég var að labba á Helgafelli með honum Badda og ég þoli ekki hvað ég er móð. Og ég held þetta hefði verið hálfum mánuði eftir bara eitthvað. Þetta var ótrúlegt. Þannig að það nú að setja sér raunhæð markmið og þó var sér gott að stefna einhverju. Nú er það tölvan. Það er líka svolítið sem ég stressa mig á. Já. Sko, jafnvægi í daglegu lífi til þess að okkur líði vel. Þá eru ákveðnir þættir sem eru bara nauðsynlegir að hafa inn á okkar dagskrá. Og það þarf þótt að sé sett svona upp í svona hólf að þá er ekki endilega þannig sem við sjáum það. Heldur að þessi atriði séu til staðar. Eigin umsjá, það eru þetta bara að sína sjálfur sig þessa sjálfsvirðingu, að klæða sig, fara til læknis, borða og svo framvegis. Störfin við Íslendingar erum algjörlega þekkt fyrir að vera svo vinnusöm og við erum með svo gott reddaragen, en þegar við dettum út á vinnumarkaði, hvað gerist þá? Er jafnvægi þá? Nei, því að við erum yfirleitt þessi sem segja, ég var að tala við hann, kennari þarna, ég man ekkert hvað hann heitir. Þú veist, það spurt fyrst, hvað gerir þú? Áður en sagt hvað heitur, kannast ekki við þetta. Þannig að þegar að störfin detta út að þá fer sjálfstraustið yfirleitt, ég veit að þetta er alveg, halló, þetta er eyrnalokkurinn. Svona. Þegar að störfin detta út, þá hrynur yfirleitt sjálfstraust fólks. Og þegar við hættum að geta sinnt öðrum hlutverkum eins og heimilistörfum eða störfum sem eru ólaunuð, að það kemur sama. Sjálfsmyndin verður dabrari og sjálfstrausti hverfur. Nú ef hvíldin dettur út, hverjir eru glaðir eftir margar svefnlausar nætur? Ekki ég. Tómstundirnar, það er ótrúlega fljótt hvað þær detta út þegar okkur líður illa. Að það er eins og það sem veitir okkur næringu, við reynum að halda og krafsi það sem við þurfum að gera, ætla sér til að við gerum og gleymum kannski því sem veitir okkur kannski gleði og orku. Þannig að að gera að skoða er þetta það sem ég er að gera í mínu daglega lífi. Og eins og hún kom inn á Alice, ég var ekki Alice, já, að að gera reyna að gera eitthvað pínu lítið. Að það sé eitthvað sem skiptir okkur máli.
alla breytingar hafa áhrif á okkur og sumar breytingar bara mjög slæmar og oft erum við hrædd við breytingar og þegar fólk að greinast með alvarlega sjúkdóma, það er náttúrulega eitthvað sem að veldur bara bæði sorg fyrir aðstandendur og sjálfan sig og annað, en það sem að stendur alltaf upp á hvernig ætlið að horfa á okkur sjálf. Hvort sem maður er frískur eða veikur, að þá skiptir þetta máli. Hvað ætlið að gera í málunum? Hvernig ætlið að hafa þessi lífskeið? Hvernig ætlið að halda áfram að lifa lífinu lifandi? Á meðan að tíminn er til staðar og hvernig ætlið að forgangsraða svo framvegis? Þá er þetta stór þáttur, trú og eigin áhrifamátt, vera við stjórn. Það er eitt að hafa stuðning frá umhverfinu sem ég ætla aðeins að tala um á eftir, en að þið séu skipstjóri á eigin skipi og segi til, eins og til dæmis hún kom inn á áðan, hún píndi lækni sinni að setja sig í einhverja myndatökur og ég veit að Brynja Franka þurfti nú að berast fyrir að fá myndatökur, en það er að vera við stjórn í öllu sem að okkur snýr. En það er ekkert alltaf að umhverfið sé sammála okkur og við erum ofta alveg hundleiðileg í svona út á við. Sjálfsvirðingin, ég teki eftir því og ég var beðin aðeins að koma inn á fordóma og vanlíðan einstaklinga sem hafa reykt og fá svo lungnakrabbamein. Það er svona tengt sjálfsvirðingu að geta staðið með sjálfum sér þó að maður hafi reykt og fengið hennar sjúkdóm. Þegar ég kveikti í fyrstu sígarettunni fyrir einhverjum mörgum árum, þá stemdi ég ekki á eitthvað lungnakrabbamein. Þetta var bara svolítið gott og töff, ég var svolítið þrosk, töff típa bara. En svo hætti ég, en þetta er eitthvað sem að fólk þarf aðeins að hugsa og þó að fólk taki ábyrgð og hætti að reykja, og ég er ekki að mæla með reykingum, bara hætti að reykja, að þá er kannski lungnakrabbamein sjúklingar ekki tilbúin að taka ábyrgð á því og segja já, þetta er allt sem að mér að kenna og ég má bara, fara bara í ruslið. Við eigum ekkert bara að vera með heilbrigða fólkinu sem að bara sá allt aðra leiðir og þetta er eitthvað sem að ég átti ekkert að gera og reykja og allt þetta. Offeitur, stressandi kallmaður sem drekkur og mikið og það er ekki talað svona með hann. Hvernig tala við hann? Það er ekki rætt á þessum nótum við þessi einstaklinga og það er svo furðulegt. Það er stéttaskipting í sjúkdómum. Ef að ræða það eitthvað. Hvort vilt þú fá lungnasjúkdóm eða hjartasjúkdóm? Látum okkur sjá, er ekki flottar að fá hjartasjúkdóm. Pælum að því. Hvort viltu fá skitsofrensjúkdóm eða vera bípólar? Listamenn er svolítið bípólara með geðhverf. Ég ætla að fá hann. Þetta er ekki svona. Við bara kjósum þetta ekki. En það er svolítið þetta sem situr í fólki. En þið eru þetta ekki sjúkdómurinn. Og það ber að hlusta á ástandi sem sjúkdómurinn veldur. Og það er alveg sem að þó viðkomandi aðili sé að reykja ennþá. Bara það er þannig, hann velur þá leið, en hún getur liðið fjandakotni illa. Og þá er það líka umhverfið sem þarf að styðja það. Við erum Íslendingar svolítið kaldhæðin. Mér finnst þetta svolítið, ég var alveg svona, ég að setja þetta. For more information on lung cancer, keep smoking. Það er ein leið. Jú, það er bara fínt. Ég meina þetta er auðvitað, þetta nálgast þetta með húmórnum sem er alveg gífurlega mikilvægur. Og mér langar að þessu tilefni af því að það snýst alltaf það hvernig við hugsum, hvernig við hegðum okkur sjálf. Þetta er ekki auglýsing sem sagt eitthvað þurfa að borga fyrir, ég ætla að segja eitthvað það. En það er sýnt og sannað að lungnasjúklingar hafa mjög mikla þörf fyrir andlegan stuðning. Og ég talaði eins við Magdalenu sem er lungnalæknir upp á Reykjalundi og þetta er bara bæði lungnasviðið og geðsviðið. Það er í rauninni bara jafn mikið hlutfall af þörf fyrir hugrannatölsmeðferð. Vegna þess að þetta er náttúrulega alvarlegur sjúkdómur og allt það, og kannski samfélagið ekki alveg hlusta. Ábyrgðin fyrst og fremst í okkur sjálfur hvernig við ætlum að taka á hlutunum. Ætlum við að hugsa jákvætt, ætlum við að hugsa neikvætt, hvernig bregðumst við ef að þessi með fordóma gagnvart okkur og svo framvegis. Hér ætla ég að skilja eftir bókamerki, eitthvað staðar hérna bara. Það er linkur hérna inn á og það er inn á Reykjalundar síðuna og það er frýr aðgangur að bókinni á netinu. Þið þekkið þetta kannski. Ef ekki, þá allavega er það hérna. Og það er sem sagt alltaf byrja á því að hjálpa sjálfum sér og svo er bara hægt að meta það hvort þið þurfið þá aðstoð. Og það er alltaf hægt að senda póst ef þið þurfið aðstoð. Það að líða vel með öðrum byggist á að líða vel með sjálfum sér ef þið lýsið á sjálfstrausti, ef þið lýsið og takið ábyrgð á því, ég reykti en ég fékk lungnakrabbamein en ég ætla ekki að fá það. En ég er að gera heilmikið í mínum málum og talandi að stofna svona lungnahóp og fá eitthvað til að hlusta á sig, fá eitthvað til að vera með sér í liði, að það skiptir sköpum að mínu mati, eins og með alla aðra
sjúkdóma. Leiðir að jafnvægi í daglegu lífi, ég var sko að flýta mig, ég var að tala um jafnvægi 10 mínútur eða 15 mínútur, þannig að ég bara, nú þetta bara krossar. Nýta og njóta tímans. Það skiptir máli að forgangsraða því sem við erum að taka okkur fyrir endur. Hvað er það að nota tíman ykkar í? Er það eitthvað sem skiptir ykkur máli? Er það eitthvað sem ykkur annar alltaf að segja ykkur að gera og það eigið að gera? Þú er alltaf verið í þessu hlutverki að þú ert að vera í það ennþá. Ætlar að fara að hugsa sjálf með þig núna. Það er nú kannski ekki alveg inn í okkar skedjúl sko. En að forgangsraða því sem að skiptir okkur máli og nota tíman á þeim nótum. Hugsi lausnum ekki hindrunum, sem sagt jákvæðina leiðarljósi. Þetta eru svona klisjur, en þetta eru bara staðreyndir. Ef við erum ekki jákvæð, þá gengur lífið bara verð. Og það er alveg sama hvaða fílupúki reynir að rökra það mig. Þetta er bara sanna mál. Fólk sem er jákvæð með alvarlega sjúkdóma, þannig er bara meiri ágrangri. Gera eitthvað sem veitir ánægju og orku. Og þá þarf maður að hugsa, býtu, hvað veitir mér ánægju og orku? Við erum stundum bara búin að gleyma því að því okkur líður svo skratt illa. Verkir, uppköst, bara allt sem að ég er svo heppin að hafa enn ekki þurft að upplifa. En veit náttúrulega aldrei. Raunhæf markmið muni bara eftir Brynju til dæmis og Helgafellinu. Setja sér markmið en hafa þau raunhæf. Eða eru alltaf að rekast á veggi. Það er svo óþægilegt. Talið við lækna, talið við fagfólk, talið við vini, reynslubolta. Slökun, ég ætla ekki að fara inn í það er bara mikilvægt að geta slakað á. Fókus á það sem vel hefur tekist. Það er bara hluta því sem að skipti máli. Eru þið alltaf að horfa á að bollin sé hálf tómur eða er hann stundum bara hálf fullu líka? Við erum ótrúlega góð í því að fókus á það sem er neikvætt. Ég tek Einstein mér til fyrirmyndar, ég veit nú ekki af hverju hann var nú svona ágætu kall svo sem örglega, en hann sagði, mér mistókst aldrei neitt en ég fann 2000 aðferðir sem virkuði ekki. Mér finnst það bara fór alveg ferlega gott. Gefa sér tækifæri, prófiði aðra leiðir, prófiði aðtögi hvað virkar fyrir ykkur. Það var eitthvað sem sagði, ég hef aldrei farið og labbað á fjöll, eða ég hef aldrei farið á tónleika. Prófiði, aðtögiði, bara að sína, þeir myndu segja það við vini ykkar, reyndi eitthvað, eða bara eins og margir segja, hættu svo farðu út að labba. Það var kannski ekki alveg það, en að reyna einhverja nýja leiðir ef eitthvað annað hefur ekki tekist. Hann reyndi þetta. Vertu ávallt besti vinur þinn, við erum rosalega góðir vinir og við erum tölum alveg ofsalega fallega við vin okkar. Hvernig tölum við okkur sjálf? Ég bara velti því fyrir mig, þið kannski leiði hugan að því. Njóta gleðinar í lífinu og brostu, þetta er alveg svona klísjukent, en ég las á það var eitthvað rannsókn sem sýndi, snillingu sem dætti að gera þessa rannsókn, að börn brosa meðaltali 400 sinnum á dag. Vitið hvað fullorðnir brosa oft? 16 sinnum. Bara ég sem við fílupúkar eða hvað. En allavega þessi er brosandi. Og maður þarf ekki að fallega tennu til þess að brosa. Heyrðu, ég vona bara ykkur gangi vel og takk fyrir mig.